Á árunum 1814 til 1815 komu helstu leiðtogar Evrópu saman í Vín til þess að ræða málefni Evrópu eftir Napóleon fundinn. Þetta var svokölluð stórvelda ráðstefna. Fundurinn sjálfur gekk hægt og voru mikil veisluhöld, stundum var talað dansandi fundinn. Nær öll ríki Evrópu áttu fulltrúa nema Tyrkjaveldi. Ráðandi sjónarmið á þessum fundi var afturhaldssemi. Leiðandi menn á fundinum var Alexander I Rússakeisari, Metternich fyrsti utanríkisráðherra Austurríkis, en auk þeirra voru það Friðrik Vilhjálmur III Prússakonungur, Kasterlich utanríkisráðherra Breta og Talleyrand utanríkisráðherra Frakka. Fundurinn einkenndist af ótta við byltingarhugsjónir og þjóðerniskröfur sem voru ríkjandi á þessum tíma. Markmið fundamanna var að endurreisa fyrra stjórnarfar fyrir 1789 eða frönsku byltinguna. Þó einnig var reynt að sjá til þess að sigurvegarar Napóleonsstríðanna bæru eitthvað á bítum og að viðhalda í valdajafnvægi í Evrópu. Landamærum var því víða hnikað og dregið nýtt landakort af Evrópu. Meðal annars voru styrkt ríki á landamærum Frakklands. Ef við byrjum á því að skoða útkomu Frakklands. Frakkland misti lítið af löndum, greiddi nokkra stríðsskaðabætur til sigurvegarana. Landamæri ríkisins voru miðuð við hvernig þau voru fyrir árið 1789. Konungdæmi var endurreist í Frakklandi og við því tók Lóðvík 18. bróðir Lóðvík 16. Í Frakklandi var komið á afturhaldssamri stjórn, en sumir ávinningar byltingarnar héldust, til dæmis fékk aðallinn ekki aftur þau forréttindi sem þeir höfðu fyrir byltinguna og eignir þeirra voru áframgerðar upptækar. Útkoma Rússlands. Rússland var í hópi sigurvegarana. Það hafði unnið Finnland af Svíþjóð árið 1809 og fékk að halda því. Svíþjóð fékk þá Noreg í staðinn frá 1814 frá Danmörku sem hafði stutt Napóleon. Pólland var gert að konungsdæmi en Rússakeisari var konungur þess og Pólland því nánast hluti af Rússlandi. Austurríska keisaradæmið var eltnokk, fékk meðal annars landauka á norður Ítalíu, Feneyjar og nágrenni þeirra. Prússland fékk stóran hluta Saxlands, fékk einnig Rínarhéruðin til þess að styrkja landamæri sín að Frakklandi. Þýsku smáríkin sem voru 300 talsins árið 1789. Napóleon hafði fækkað þeim með sameiningu og voru þau nú 39 talsins. Mynduðu þau núna hið laustengda þýska bandalag undir forystu Austurríkis en Prússland var einnig í því. Bretland jók lítið við land sitt. Þau fengu hins vegar Möltu frá Frökkum en fengu nýlendur í staðinn. Höfðanýlendur fengu þau frá Hollandi, Ceylon eða Sri Lanka frá Holland og Frakklandi og leifar franskra nýlenda á Indlandi og gátu þar með lagt allt Indland undir sig á árunum 1820 til 1830. Þarna voru Bretar farnir að hugsa sig sem heimsveldi. Holland var gert að konungsríki og elt til að treysta landamæra Frakklandi, fengu því og Austurrísku Niðurlönd, Belgíu sem varð síðan sjálfstætt árið 1830. Ítalía var svæði sem Napóleon hafði sameinað en þar var aftur sett upp eða sameiningin var leyst upp og Ítalía var aftur smáríki. Heilaga bandalagið var þjóðhöfðingjabandalag sem var stofnað í kjölfar Vínarfundar. Þar voru Rússar, Austurríkismenn og Prússar leiðandi. Frakkakonungur gekk í það nokkrum árum síðar sem og nær allir konungur álfunnar undir lokin. Konungarnir hétu að koma hver öðrum til hjálpar til að bæla niður frelsishreyfingar. Bretar stóðu hins vegar utan þess. Það voru 5 stórveldi í Evrópu á næstu áratugum. Rússland, Prússland, Austurríki, Bretland og Frakkland. Fyrri stjórnvöld voru víða endurreist og stefnt að afturhaldi.
Stjórnarskrár voru afnumdar sem og mannréttindi eins og prent og málfrelsi. Afleiðingar Vínafundarins voru þess vegna afturhaldssemi var allsráðandi í Evrópu fram yfir 1850. Stjórnmálaumbótum og þjóðfrelsishreyfingar voru barðar niður af hörku, til dæmis í uppreisnunum bæði 1830 og 1848. Þó má segja að tiltölulega hafi verið góður friður í nær hálfa öld í Evrópu, fyrir utan þessar byltingar. Líta má sem sögu Evrópu á 19. öld sem átök á milli íhaldssemi Vínafundarins og stjórnmálamarkmiða frönsku byltingarinnar. Víðahvar urðu lögregluríki, óánægðum voru varpað í fangelsi að þaðina verra. Samt var ýmislegt hjákátlegt í afturhaldinu. Til dæmis bannaði páfi götulýsingar í Róm sem Frakkar höfðu komið upp. Sardiníu konungur bannaði notkun vega sem Frakkar höfðu lagt. Þá þessu lokið. Takk fyrir og gangið þið vel í næstu verkefnum.